Bragi Sveinsson, utanríkisráðherra, þú ert hérna með fjölskyldunni á unglingalandsmótinu hér á Höfn í Hornafirði og þið eru búin að fara á 3 mót til þessa. Hvernig líst þér á þessi mót? Þetta er algjörlega frábært. Það er, eftir fyrsta móti þá var bara bakterían búin að halda fjölskylduna, þannig að það var ekki manna að ræða heldur en að fylgjast eftir. Enda er þetta líklega eitthvað það bestu skemmtanir sem að fjölskyldan kemst á. Þannig að það var aldrei neitt að velja eða við spurðum okkur aldrei neina spurningum það, heldur var þetta ákveðið fyrir ári síðan að mæta hér á Höfn. Þessi mót hafa mikið forvarnargildi og gaman fyrir fjölskylduna að vera saman og á þessari stóru helgi. Já, þetta er algjörlega frábært. Það sem að sé líka er að hér er ekki bara þessir yngri krakkar, heldur eru líka úlingar, krakkar sem eru, eða úlingar sem eru í kringum 17, 18, 19 ára. Þannig að það segir okkur að þetta er fyrir alla. Og ég vona svo sannarlega að það muni fleiri á þessum aldri sækja næstu landsmót. Forvarnargildi er ótvírætt því að við veitum ekki hvað þessar fjölskyldur þessi krakka væri eða væri ekki á landsmóti, unglingalandsmóti. Þessi mót hafa svo sannarlega sannað gildi sitt. Já, heldur betur og ég vona að við séum alls sammála það að þetta sé komið til að vera, við höldum þessu áfram. Ég man ekki alveg, þetta er líklega 16. unglingalandsmóti, já, þannig að það er svona að koma ákveðin hefð á þetta. Ég vona svo sannlega við getum haldið þessu áfram, höldum þessu áfram að fá fjölskyldur til að mæta með börnin, með unglingana, og þá þurfum við enga kvíða held ég að vera til forvarnir hana. Eru börnin þín að taka þátt í mörgum greinum hérna? Ég er með tvíbura, þeir eru að keppa í fótbolta og svo upplestri og stafsetningu, þannig að úrvalið er mikið og það er mjög gaman að sjá líka að fyrir þá sem er ekki í keppnisíþróttum eða boltaíþróttum eða hlaupum og slíku og þá eru aðra greinar, þannig að þetta er fyrir alla og ég mæli eindregið með því að foreldrar mæti hér á næsta landsmót með fjölskyldur sínar. Ég ætla bara að þakka þér kærlega fyrir og gangi ykkur vel. Já, takk.